Gandur nafn á vörulínu sem hjónin Einar Eðvald Einarsson og Sólborg Una Pálsdóttir á Syðra Skörðugili hafa unnið að og þróað síðustu ár, í staðinn fyrir að urða fituna sem fellur til við verkun skinna með tilheyrandi umhverfisálagi, nýta þau minkaolíuna í bland við íslenskar jurtir til þess að framleiða græðandi smyrsl og krem fyrir bæði menn og dýr. Herri, það verið svona hátt í 10 ár síðan við byrjuðum að reyna að nýta fituna sem fellur til þegar við erum að verka skinnin. Og þá sem við þurfum að hreinsa leðurhliðina á skinnunum áður en við þurrkum skinnin, gerum við tilbúin til sölu. Og það þessi fita sem fellur til þegar við skröpum leðurhliðina, við söfnum henni upp og vinnum svo olíu, eða minkaolíu úr þeirri fitu, svo erum við að búa til vörur úr þeirri olíu. En minkaolían eitthvað sérstakt við þessa olíu? Sérstæða minkaolíunar skal ég segja fyrst og fremst það að hún mjög rík af fjölómettuðum fitusýrum og fitusýru keðjurnar í olíunni eru mjög langar sem gerir hana afar mjúka og hún fer vel inn í húðina og hún fer djúpt í húðina, hefur mjög græðandi og góð áhrif á sár og allskið svona húðvandamál, viðkvæma húð, bit, kláða, svona hinn ýmsu húðvandamál, bæði á mönnum og skepnum. En þetta í raun afur sem að annars hefði bara fallið til sem að svo núna nýtt. Hvar byrjar þetta? Við erum allavega þeir einu á Íslandi sem höfum verið að nýta minkaolíuna með þessum hætti, en við erum svo sem ekki að finna upp hjólið í heiminum þannig að minkaolía hefur verið notuð í snyrtivörur víðsvegar heimin í gegnum árhundruðin og eins hefur verið notuð í leðurfeiti víðsvegar heimin og er mjög víða, sérstaklega vestanhafs, mjög algeng í leðurfeiti. Já, við völdum þá leið að fara að reyna að nota það sem fellur til þess að nýta sem mest allt sem fellur til í framleiðslunni. Þannig leðurfeiti hérna á borðinu, það handáburður líka, þannig að þetta bæði raun ætlað fyrir skepnur og menn. Já, við byrjuðum upphaflega að framleiða og búa til smyrs sem var þá ætlað á hesta, sérstaklega á múkk í hestum. Múkk sár sem kemur á milli hófsins og hófskeggsins og þau geta oft verið mjög erfið viðuregnar. Það erfitt að fá þau til að gróa ef þau koma, það var reynst mörgum hestamanninum erfið. Þetta gaf mjög góða raun og virkaði ótrúlega vel á múkkið og við byrjuðum að selja þetta í litlum stíl, bæði beint heim og eins fór Lífland að selja fyrir okkur í verslun sinni á Lynghálsi. Og svo þróaðist eitt af öðru og það fór að hafa samband fólk sem var með kannski húðvandamál, erfið húðvandamál einhver og það óskaði eftir að prófa smá og við fengum afar jákvæða svörum tilbaka, það var ekki á góða raun. Og okkur langaði til að gera eitthvað meira úr þessu, þannig að það byrjaði að rúlla einhver lítill bolti sem maður vissi ekki alveg í hvað átt verið að fara. Til að gera langa sögu stutta þá sóttum við þarna á þessum tíma styrk í tækniþróunarsjóði og reyndar hjá fleiri aðilum og fengum stuðning til þess að fara í meiri þróunarvinnu og fórum þá framhaldinu að vinna með Matís að þróun og hreinsun á olíunni og eins þessar jurtir sem við erum að tína og blanda í olíuna, hvernig við getum unnið þær, hreinsa þær og blanda þessu saman og gera úr þessu einhverja notenda væna vöru. Það kannski endaði í þessum upphaflegu vörum sárasmyslinu, húðsmyslinu og hælabótinni, sú vinna og í dag erum við að selja þetta í apótekum og hinum ýmsu verslunum bæði hér á land og erlendis. Þannig að þetta í raun löng ferð frá því að vera bara í pottinum heima þangað til að það kemur í þessa vöru sem hérna á borðinu í dag. Já, ég held að þegar fyrsti potturinn var settur upp á eldavélinni hjá móður minni í eldhúsinu þar, þá óraði engan fyrir því að þetta myndi kannski enda í túpum og í þokkalega stabílli framleiðslu eins og það komið í dag. En það rétt hjá þér, þetta byrjaði þannig, við byrjuðum bara á eldavélinni hjá móður minni með þetta. Og akkurat þessum stað sem við erum á í dag, þá erum við með þurrar hendur af handspritt þvotti, þannig að það er kannski ágætt að fá sér handáburðin. Handáburðin eina kremið í framleiðslunni og við þróum hann í samvinnu við Parmartica og Grenivík. En þeir hafa síðan sett á túpuna fyrir okkur og verið okkur mjög liðlegir og hjálpiðir í þessu öllu eftir að framleiðsla komst á skrið. En það eina kremið, en hitt allt smyrsl og svo það leðurfeitin sem ætluð á skó og reiðtíi, húsgögn, leðursófasettið og hvað eina sem eru alvöru leðri. En svo hönnun á þessu öllu saman, hún tengist líka inn á svæðið.
Já, kannski ekki hérna inn á svæðið. Það var þannig þegar við vorum í þessari þróunarvinnu með Matís, þá kom upp svo hugmynd að leita til Listaháskólans á Akureyri og fara í samstarf við hann þróun á logói. Við lögðum til nafnið Gandur, sem tilvísun í hest, þýðir hestur á norrænu máli. Listaháskólinn á Akureyri, hann setti upp samkeppni á meðal nemenda að þróa logói. Og við fengum hérna alveg hóp af frískum nemendum í heimsókn sem skoðuðu hérna aðstæður og kynntu sér þetta frá A til Ö. Það komu 20 eitthvað tillögur að logói. Það var haldin keppni og það var skipið dómnefnd og þetta var mjög formlegt allt saman. Og úr varð að þetta logó sem við erum með í dag, sem sem sagt tilvísun í mink, olíudropa hérna í miðjunni, var valið.